Siggatök á K100,5. Og það mánudagskvöld, ég komin í loftið, klukkan meira að segja gott betur heldur en 10. Það var bara eitthvað svo sexy við þetta lag að það varð víst að fá að hljóma. Ég skildi það mjög vel, ég vissi ekkert mér svo sexy útvarpsrödd. Mér sagt ég verið með svolítið finna útvarpsrödd, en ég meina, það má líka með til hluta. En heyrðu, ég ætla að tala við ykkur aðeins sögu víbratorsins og eftir ætlum við að spjalla við gestina mína sem eru sérfræðingar í sölu kynlífstækja. En ég nefnilega með fyrirlestur sem heitir Saga víbratorsins og vinsælasti fyrirlestur sem ég hef haldið svona fyrir meðalans vinnustaði og svona hópa og svona þá sem eru kannski ekki bara í grunnkynfræðslunni sem þó reyndar mættu vera fleiri við setjum það en gæslapa. En forsagan þess þannig að ég var einu svona eitthvað á Google á netinu og ég dett niður á svona ógeðslega fyndin kynlífstæki, svona einhver eldgömmul. Og ég fer eitthvað að spá, býtu, hvað með þessi tæki? Djöfull þetta skrítið. Og ég fer svona þess að pæla í vöruþróun víbratorsins, að þeir nú til svo skrítnir víbratorar, það til allt frá eitthvað svona alveg vandræðilega eins og Hello Kitty, en svo voru ótrúlega mikið einhverjur höfrungar og fiðrildi og ég bara, hvað dettu fólkið í hug? Og ég fer allan eitthvað aðeins á stúfuna og ég fer að kanna þetta. Og ég dett niður á doktorsritgerð víbratorinn. Og það var sem sagt hún Rachel P. Maines í Bandaríkjunum sem ákvað að gera doktorsritgerð hannyrðir kvenna. Nema hvað, hún fer á stúfana og fer að leita og finnur ekkert hannyrðir kvenna en hún finnur rosa margt víbratora. Og alltaf sér hún þessar auglýsingar í blöðunum, hún að skoða svona innan gæslepa þessi típisku konublöð og alltaf sér hún þessar auglýsingar fyrir einhvers konar víbrandi nuddtækjum og hún segir bara, vá, þetta lítur alveg eins út eins og titræðin sem eru seldir í búðum í dag. En hún bara klippir þetta út í blöðunum og ákveður að halda þessu til hliðar, hún vissi svo sem ekki hverju, svo heldur hún bara áfram að blaða og finnur ekkert hannyrðir, sem mjög duglefullt að við vitum nú að konur hafa ekkert bara að prjóna þetta fyrir 50 ár, sko. Og svo líður og býður og þetta eru stafli af blaðaklippum. Hún fer til háskólann og segir bara, heyrðu, ég verð að skoða þetta, það bara eitthvað duglefullt máli í gangi, hvaða tæki þetta og hvernig voru þau notuð og hérna það bara auglýst í Hagkaup, sko. Og háskólann sem hún var hjá, hann rak hana, þau vildi ekki taka þátt í svona, þannig að hún var ráðin til annars háskóla og fer á fullt í það að bara rannsaka sögu víbratorsins og hún skrifar sér þetta bók sem heitir The Technology of Orgasm, Hysteria, the Vibrator and Woman's Sexual Satisfaction. Og þessi saga, þegar ég las hana, ég pissaði í mig af hlátra því ég held þetta væri bara, þetta væri ekki til, þetta getur ekki verið að við konur höfum borgað læknum fyrir það að láta frá okkur. Ég held þetta væri djók. En þannig að það gott fólk. Við sem sagt, við vorum með svo kallega hysteríu og hystería gat lýst sér í allskins einkennum eins og til dæmis bara þyngsli í neðri kvið, rökpíka, pirringur, þreyta, var eitthvað svona villtar hugsanir, í rauninni allt sem flokkast sem gredda í dag var greint sem hystería. Og svo fórstu bara til læknis, bara læknir ég er hysterísk og læknir sagði bara já, skelltur upp á bekkin og svo bara hóf hann að nudda og hann bara fór að fróa konni á flegiferð. Þetta gat tekið alltaf undir klukkutíma, grínlaust sko, og stundum er þess að, og þetta til í læknabókum, bara sem læknismeðferð, þeir eru búin að setja saman eitthvað svona mega jurtaolju sleipiefni til að flýta þessu ferli að því að köllunum hundleitist þetta sko. Þeir í fyrsta leið voru þau dauðþreyttir í höndunum og svo tók þetta ógeðslega langan tíma og í bara þessum læknabókum þá það að lýsa bara þetta gæti tekið allt undir klukkustund, þú ert dauðþreyttir í höndunum, þetta alls sko, þetta vesen sem fylgir þessu. Nema, og svo líka að þetta sko, lækning hefur ekki náðust fyrir en konan fær svona tímabundið sko, það er ótrúlega að finna hvernig að lýsa þessu, hún verður tímabundið svona dettur út úr veruleikunum með krampakendum floga. Ok, hún sérst fær þessa fullnægingu þarna, er aðeins ekki alveg með á nótunum, en svo er hún bara afskrifuð og læknir kveður hana með þeim orðum, sjáumst eftir að viku liðinni. Þetta var sérst vikuleg meðferð sem heldri frúr borguðu fyrir bara fínu peningum og læknirinn hafði samband líka við eiginmann og sagði bara, heyrðu, þú ert bara ekki að standa þig sko, þá er verið hægt að redda þessu í venjulegum samferðum og þú bara hamast á konniðinni og það er bara eina leiðin, en hún mátti alls ekki snerta sig sjálf, það var stránglega, það var bara skýrt tekið fram, bara alls ekki snerta sig sjálf, þetta er bara fyrir kallmenn að snerta, maður hefur nú heyrt þetta áður og svo voru þess að konu hann bara í viku og það, viku eftir viku að það er náttúrulega bara, graðar einu sinni í viku, menn hann bara basic
og það finna var að það stóði í svona neðanmálsteksta, þetta var alls ekki fyrir ungar konur, ekkjur eða einstæðar mæður, af því að þær getur nú, eða trúaðar konur, þær getur nú eitthvað afvegaleiðist ef þær eru svona reglulega graðar. En hvað gera strákar? Strákar eru svo ótrúlega útsjónasamir, maður verður nú ægilega að klappa á baki fyrir það. Þeir þú veist, þeir leta ekki deigan sig á, stundum fengu þeir ljósmæður með sér, letu þær sjá þetta nudd, að þetta var svo tímafrekt og leiðilegt. Og ég meina, 1 sjúklingur á klukkutíma og græðir ekkert rosalega á því. Þannig að þeir þurftu að finna upp á því hvernig þú gast minnka þennan tíma og náð fleiri sjúklingum og fara með meiri pening. Og hvað haldið þið að strákarnir hafi gert? Jú, þeir fóru í vöruþróun. Og þessi vöruþróun, ég mitt setti þetta á Facebooka-síðuna, kjaftaði kynlíf, þar sem ég setti mynd af þessu og þeir byrjuðu á vatni. Þeir byrjuðu á bara risa vasslög, bara risa vassbunu, getur ímyndað að vera bara með slökkviliðsmanni upp á stöð. Þær voru bara smúlaðar, þanglaðar eftir bara að fá fullnægingu. En það var alltaf ógeðslega mikið vesen, það var ógeðslega subbulegt á vatn út um allt og þú gast ekkert farið í heimavitjanir með slökkvitæki. Þú veist, við erum að tala 1800 og eitthvað. Þannig að, hvað gera þær þá? Þetta svolítið svona samfara iðnbyltingunni, þannig að þeir fara að búa til svona vélarknúin tæki, svona stóra legubekki og stóla og alls konar þess áttar. Og þeir bara fara að fá konu til að sitja hérna meðan vélartippi hamast inn út. En það er náttúrulega kemur líka aftur inn á þetta sko, að þeir eru aftur að miskilja. Strákar, þú veist, aðal örfinin okkar er ekki inn í lengst inn í leikungum, hún er utan á, þannig að þarna var læknin aðeins að miskilja. En konurnar hvörtuðu svo sem ekki, það er bara lág á bekknum og svo veit ég svo sem ekki hvort það hefði fengið eitthvað nudd. En svo eiginlega verður þetta aðeins meira juicy þegar þeir þetta eiga að fara að minnka tækin. Siggatök á K100,5. Já, þannig að við vorum í sögunni þar sem að þeir voru orðnir pingu litlir víbratornir, að þeim leiða þeir voru búin að rafa þetta sko og gera svona litla víbratora, þá getur tekið ógeðslega marga sjúklinga á klukkstund og þá náttúrulega fóru þeir virkilega að græða. Þá vorum við að tala saman sko. Nú fóru hjólin að snúast. Þannig að hvað er næsta skref? Jú, það er að senda konurnar heim með þetta. Nema hvað, að ég veit ekki alveg hvað pælingin var, en allt í hennu fór inn að gæsla bara hagkaup og ég nota það bara sem dæmi að því að þeir sendu út svona nærfættabækling, allt í hennu fóru þeir að auglýsa litla víbratora en alltaf sem einhvers konar hár eða baknuttstæki eða nudd á kálfan eða eitthvað, en alltaf svona falluslangt. Ógeðslega fyndið, þannig að allar konur bara eitthvað, já, auðvitað, ég víbrator, við allar víbrator, en enginn kannaðist við að setjast á hann, við vorum allar bara að nutta okkur hárið. Svo kemur það, 1920, talið ein fyrsta svona klámyndin, þá sést hún setjast á víbratan og það varð allt vitlaust. Og með klámi þar ég að meina, þú veist, svarthvít hreyfimynd, það sem var engin hljóð og hún, veist, sást eiginlega ekkert gera neitt, hún bara sat þarna á okkur sem titraði. Og það var allt vitlaust bara, er þetta sem konurnar eru að gera heima, þær eru að víbra sig í drasl. Þannig að víbratorinn fór bara neðanjarar, hvarf úr blöðunum, spurðist bara ekki til hans í bara þá nokkur ár. Svo allt í hennu, og við erum að tala sko, þetta var græja sem var vinsætlen bröðurist og veist, áður en þvottavélin kom, þú bara varst í kona með konumni með víbrator sko. Nema hvað, svo fer hann underground eftir þetta, bara hverfur. Og svo fyrir hann að dúkka upp aftur, einhvern veginn í kringum svona 5. áratugin og þá aftur sem þetta baknuts, höfuðnuts, háröðvandi, roði í kinnum tækjum. Ég alltaf best sko, auglýsingarna lýsa alltaf svona, vilt þú fá roða í kinnum? Víbraði á þér hárið. Þetta er nú alveg í hug hvernig þú getur fengið öðru í sér roða í kinnum, þú veist, án þess að víbra á þér hárið. En þetta svona byrjaði að auglýsast aftur. Og svo náttúrulega kemur kynlífsbyltingin og það er ýmislegt að gerist. Og flottir kynfræðingur nefni Betty Dodson einsetti sig það að frelsa fullnægingu kvenna og það er til ógeðslega flott mynd af henni frá held ég 72 þar sem hún stendur bera ofan með eitt frægasta baknuttstæki í heimi, Hitachi wand, og það er mynd af því á síðunni kjaftaði kynlíf þar sem hún heldur á því og segir þetta er, við konur erum að frá okkur og við erum að fá fullnægingar og svona, hún kallaði það I'm claiming the orgasm, hún svona gerir fullnæguna að sinni og ætlar að frelsa hana. Þannig að núna er vitallir leyndamálið, við stelpunar, við setjumst á víbratorinn og við höfum gaman að. Siggatök á K100,5. Þær eru komna til mín Gerður og
Ég glemd að hekki mækanum eitthvað stelpur. Og Rakel, sorry. Þetta var alveg að koma, ég datt hérna sinni í tæknina, svo þið heyrast í ykkur. Heyrðu, þið eigið kynlífsverslunina Blush. Já. Hvað segið mér? Hvað er það heitasta í dag? Það er svolítið mikið, fólk að fá pínu svona klassa yfir hjálpatæki sín. Það vil vera svona, hvað maður segja, svona flottar á því eða bara. Já, ég held þú sagði kassa, ég bara hvað er það, hvaða tækjalag er á fólk? Nei, klassa. Klassa. Það er bara betri tæki, bara eitthvað sem endist. Já. Já, ok, kannski fleiri ár. Já, líka kannski bara svona eitthvað, hvað maður segja, svona sem er kvenlegt. Þú veist, fólk er svolítið meira að fara að hugsa út í útlitið og efnin sem er í þessu. Já. Kynlíf en ekki klám. Já, það er rosa mikilvægt. Það tengist kynlífi en ekki klámi, skilur við minnum. Og hvað eru klámtæki þá? Kannski meira tæki sem líti út eins og dýr eða æðóttur. Rísadildó. Já. Æðóttur göndull. Já, ég veit. Já. Svona úr neon eða einhverju. Já, ég skil. Þannig, og líka fer svolítið eftir umbúðunum. Þótt að umbúðuna sé eitthvað sem vanlega tekur utan á og bara hendir. En þá er það sko þegar þú ert að kaupa vöruna að upplifunin sé ekki að þú sért að gera eitthvað dónalegt. Já. Þetta eru stundur svona Amazon píkur. Algjörlega. Já, einhver svaka bumbó með glemt klofið og stjörnur. Já, og svo hann alltaf eins og hann sé búin að baða inn einhverju regndropum og veist, hún er fyrir fram vindvél og þetta er mjög skrítið. Ég hugsa oft sko, af hverju er ég ekki svona? Já, ég get ekki notað hennar titrar að ég er ekki svona. En eru þá konur líka að því að sko það er að gera kröfu gæði, vilja þá kannski líka að það endist lengur? Já, sjálfsögðu. Já, algjörlega. Það fólk borga meira fyrir gæðin. Já. Og þú veist, endinguna og hönnunina og allt þetta. Og þar að leiðandi líka vill að þetta endist lengur. Og hvað er það sem hjálpar til við að endist lengur? Það eru endurhlaðanlegar. Það er ekki batteri í vörunum. Mér finnst það smart. Já. Það er oftast sko batterín sem eru að skemma vörunar. Já. Það er líka kannski hvernig það eru fluttar inn. Sumar eru fluttar inn með skipum í gámum. Það myndast ótrúlega svolítið mikil kuldi. Þá skemmast mótorarnir. Það er þess vegna sem að kaupi sér ofta íbrotora þeir eru ónýtir áðan að byrja að nota. Því það er bara út á kuldanum. En ef þú flytur það rétt inn og þú veist, svo leysa þá ætti þetta náttúrulega ekki að gerast. Já. Og svo samumdi það batterín, þau skemma út frá sér. Þau byrja ofta að leka. Já. Og þá er bara mótorinn ónýtur. Já, ég var nefnilega í kynlífstækjaverslun úti í Ástralíu og það var ég myndi alltaf að segja fólki þetta og þetta var bara þvílíkt nýr fróðleikur. Mér finnst ótrúlega fáir vita þetta. Já. En ég samleikum, ég finnst mjög smart sko þau séu svona endurhlaðanleg. Já, þau eru líka hljóðlátari. Já. Og þau eru ekki hóla innan. En það er mikið hljóðlátari að þau eru endurhlaðanleg. Það er góður punktur. En eru strákar eitthvað að kaupa? Já. Mjög margir strákar sem eru að kaupa fyrir kærustunum sínar. Og svo líka náttúrulega það er að koma svolítið meira svona forvitni inn sko eins og varandi svona eins og múffur eða gerfipíkur og svona. Já, svona rúmpmúffur. Já. Og svona herra lína bara. Já, og við vorum að sýningu út í Þýskalandi og þar sáum við líka sko hvað komið mikill metnaður í þetta. Í múffurnar? Já, algjörlega sko. Ok, hvernig það? Bara bæði varandi útlit og svona textjör eða þú veist áferðina. Og já, það er líka bara svolítið svona, þú veist, nú getur þú fengið rúmúffur sem er með titrara, þú getur fengið rúmúffur sem er stjórn sjálfur hversu þröngun er. Já, þú veist, þetta er ekki lengur bara svona eitthvað vasaljós með vörum eða eitthvað. Nei, þetta er orðið svona aðeins svona einhvern veginn fáaðara, en mitt komið meir út í kynlíf en ekki klám eins og varum að ræða á. Já, ok. Og áferðin er orðin svona raunverulegri, þetta er ekki svona eins og eitthvað gúmi með vondri lykt. Já, ég skil. Strákar eru farin að gera kröfu líka. Já. En eru þeir ekkert að kaupa sér eitthvað sem víbrar? Jú, það er náttúrulega tipparhringir. Já. Þeir eru náttúrulega með víbring, það er náttúrulega líka alveg fyrir Hannes og Hanna sko. Já, einmitt. Og svo eru til múffur sem víbra. Við höfum ekki verið með þeir ennþá. En það er svona ef það er áhugi fyrir. Mér finnst svo fyndi orðið múffa. Mér finnst alveg þægilegt, en það er samt líka alveg muffins. Heldur fólk að það sé bara vera að stinga hérna í muffinskökur út allan bær, rosa stuð. En þú hefði nátt að sjá þegar við vorum að núti, þá er sérst nýjasti víbratorinn frá einu fyrirtæki er bara muffinskaka. Lítur út alveg eins og muffinskaka. Mér þætti það sexy. Ég held það væri svolítið skemmtilegt. Svona beri óna og grútleg. Var það hugsað fyrir konur? Já, einmitt. Já, strákar kannski ekki mikið að rúta sér í köku, maður veit það ekki sko. American Pie. Já, nákvæmlega. En eigum við myndarlega dótakassa við Íslendingar? Já, ég held allavega svona
því meira sem líður á árin að þá verður þetta svona meiri klassi sko. og líka svona eins og ég var bara að lesa könnun bara núna í dag það sem var að tala að 81% af amerískum konum hafa pröfað hjálpartæki 81% þetta er greiðlega stór prósenta það var svona miðað við aldurinn 25 til 60 ára held ég hafi verið og ég veit að Íslendingar ekkert langt frá því Þetta nefnilega meika svo mikið sens að þetta styttir töluvert tíman pluss það að þetta líka alveg praktist upp á bara alla þessa fingrasetningu og það getur tekið tíma og þetta líka bara skemmtilegt til að brydda upp á sko. Og maður veit það nú alveg að stelpur hafa verið að setjast á hitt og þetta sem víbra muni eftir þessum pennum þegar maður var í grunnskóla ég þekkti eina stelpu sem sko var alveg sjúki þessa víbrandi penna hún gaf þeim alltaf aðra merkingu heldur en ég sko ég hafði bara gaman að ég skrifa einhverja krulluskrift en hún bara víbrar setjast Þegar ég aðeins öðrum aldrei en þú en þegar ég var í grunnskóla þá voru rafmagnstambustar þá settu bómull á tambustan sjálfan Bómull á tambustan og þetta var sko hjúkurnafræðingurinn sagði hvort í kynfræðslu Býttu voru þið bara með bómullinu leggangum? Nei, á snýpnum bara, það var ekki sett inn skilu Já, ok, ágætt Já, bara hvaða hjúkurnafræðingur var Já, ok En fyndi rafmagnstambusti Fólk reddar sér Fólk hver sína leiðir bara En nú getur bara keft, þú gæti til og með skipt bara titrar í bónus Já En mér finnst samt líka Já Ég segi samt alltaf ég fengi símtal frá kannski eins og konum sem unga dætur og ég lendi bara einu sinni ég fekk símtal frá konum sem átti unga dóttur og hún var svo hneyksluð við skildum af seltinni hjálpatæki af því að tæknilega ekki aldurstakmark á hjálpatækjum þetta flokkast undir nuttæki og það aldurstakmark á klámmyndum og það þess vegna sem sko aldurstakmarkin í allar þessar verslanir vanlega Já, ég skil en samkvæmt lögum þurfum við ekki af aldur en það var sérst, þá hún pantaði hjá okkur á netinu Hvað við samt að tala Máttu segja aldurinn? Já, hún 15 hún var að ganga 16 Já, það meðalaldurinn sem flestir sem íslenska stelpur með þess að meit og minn Já, ég menna, bara þú veist nákvæmlega Svo vildi konan alltaf fá að skila vörunni á sjálfsög, skiljanlega og það var bara ekkert mál ég meina, dótturinn hann keypti þarna og ég vildi ekkert vera bútið við þessu og en svo sagði ég við konuna í lokin að það hafa allir kynhvöt og þú bælir hann ekkert niður og að stunda sjálfsfróun öruggasta kynlífið Nákvæmlega og þú veist, þetta bara þú hvort sem þú veist barn eða þroskaeftur eða fullorðin eða eitthvað svona, þú hefur alltaf þessa kynhvöt Já og hún hverfur ekki þú veist eins og vorum að tala þetta þessu sturlunar ástand hjá þessum kvenfólki í gamla daga Já, en ég held að þetta sé bara alveg saman með úlinga og þetta náttúrulega bara öruggasta kynlíf sem þú getur stunda Vá, hvað það hefur samt verið sérstakt moment mamma finnur víbratorinn trillist, krefst þess að fá að vita hvaðan þú keyptir hann og hringir svo í þann og svo skilar hann Þetta er svolítið turn off, þetta er svolítið svekk myndi ég segja, eða ekki? Jú, sko, svo samt, þú veist, hún var alltaf svo reið þegar hún var að tala um mig en síðan þegar ég sagði þetta við hana þá sagði hún, já, þú veist, það var svona eins og hún átti að þessi en þetta náttúrulega bara getur alltaf gerst og ég get sagt þess að söga þegar hún býr ekki inn á Íslandi Já, ég skil Það sem hefði eiginlega þurft að gerast frá mínum bæðirum það að hún hefði þurft að fá sér víbra Sikatök á K100,5 Já, við erum hérna að kjafta kynlífstæki og bara hérna rétt í hlénu þá komumst við að því að við stelpunar deilum áhuga ástríðu fyrir sleipiefnum Mætti að segja það Þetta var bara eitthvað sem samin okkur það var eins og við varum frá að stofna klúbb sleipiefnaklúbbin Já Hvernig væri það? Já, nákvæmlega. Ég finnst þetta að frelsa fleiri konur í unaðinum sem sleipiefni Já, og líka kannski uppljóstraði sko hvaða þú veist, af hverju þú notar sleipiefni. Svo ótrúlega marga konur sem miskilja tilgang sleipiefnis. Já, eins og hvernig? Bara eins og til dæmis margir sem halda sleipiefnis í bara nota endaþarsmökum. Og svo líka margir sem halda sleipiefnis í bara fyrir þurrkundur. Segja það. Þetta er ógeðslegt orð. Já. En þú veist, já, og líka svo er það líka svolítið svona sko að viðurkenna það að þurfa að nota sleipiefni. Ég veit ekki hvernig ég útskýrta sko, suma konur sem svona, nei, ég þarf þess ekkert. Já, emmi. Þú veist, mér það svo oft svona eins og þau verið með heimakenningunum. Já. Og maður býður sleipiefni með þessu og fólk nei, ég þarf þess nú ekkert ennþá. Já, ég þarf þess ekkert ennþá. Eins og það sé eitthvað svona auka dóna og eða þá þetta sé með eitthvað svona breytingarskeið. Já, emmi, eitthvað svona sem færist yfir með aldrinum sko.
Mér finnst þetta einmitt sko ekki þannig. Mér finnst þannig að því að sko mér finnst það áhugavert að því í kynfræðsleysi ég sinni þá kenni ég á píkuna og ég leitar alltaf vita að snýpurinn sér ekki að smyrja sig sjálfur þannig að það þarf utanaðkomandi smurningu hvort hún sé líkamleg eða þá einmitt sleipuefni. Já. Að þetta bara virkilega getur aukið á unaðinn. Algjörlega auðvelda fullnæðingu og bara á allan hátt. Þetta er það næmur staður að hann verður einmitt að fá smá svona. Þetta er líka bara svolítið svona eins og sko stundum allavega, finnst mér svona að vera að tala að þú veist, ef þetta ekki nógu blautt eða ekki búið að smyrja þetta nógu mikið þá þetta bara svona, sko, taka neglur við krítatöflu, sko. Þú veist, þetta þarf að vera passa þetta, upp að það maður fá heldur ekki slæma reynslu. Já. Þú veist, að maður lendir ekki í því að finnast þetta óþægilegt og bara, nei, ég vil ekki snerta þetta. Já, maður verður svo aumur, já. Já, þú veist, frekar bara að pröfa sig áfram með sleipuefni. En nú eru komin svo, háþrói sleipuefni. Þú veist, sleipuefni ekkert lengur bara smurning inn og út. Hvað þekkið til í svona krydduðum sleipuefnum? Svona eitthvað svona örfunargelum eða eitthvað þannig. Guð, þetta er svo margt. Það er náttúrulega sjálfsagt til fullt af sleipuefnum með bragðefnum og svona hita og kulda og ýmislegt, sko. Já. Svo náttúrulega líka til sleipuefni sem að veita örfun. Bara svona aukin örfun, aukin blóðflæti snýpsins og svoleiðis. Ok. Já, við erum til dæmis að selja, erum að fara að taka inn, kemur örugglega í næstu viku, gaman að minnstu það. Nýtt efni sem svona veitir svona titringstilfinningu. Heitir Volt. Já. Og er algjört Volt. Já. Og hversu mörg Volt er búið að mæla þetta? Þurfa að fara að virka í máli. Já, það er sko hægt að kaupa, þetta eru 3 tegundir, það er 6 volta, 9 og 12. Þannig að það er svolítið eftir hversu öflugt þú vilt pröfa. Og við pröfum þetta sjálfar úti með að setja þetta innan á vörina hjá okkur. Það er nefnilega góð leið. Það er gott að segja fólki að ef það er að byrja að prófa einhvers konar sleipuefni, sérstaklega einhver kemísk efni í því, að prófa það innan á vörinni bara upp á, og svo líka bara ágætt líka á höndinu, sko. Bara að sjá hvort þú fá nokkuð ofnæmisviðbragð. Því það er fáránlegt að líða eins og þú hafir sest á chilipipar, sko. Það er viðbjóður. Líka sko eins og stelpan sagði við okkur, þú veist, sem var að kynna fyrir okkur þessi sleipuefni, sko. Þú sagði, ef þú mátt ekki borða það, þá áttu ekki að setja þetta niður. Þannig að mér er það svolítið svona gott og þarna sátu við sko örugglega í svona klukkutíma, spjölluðum við stelpu sem hafði sko, þið eru bara svo systur, þetta var bara eins og ástriða hennar var bara sleipuefni. Líkt gaman að spjalla við hana. Og hún hafði svo ótrúlega mikinn áhuga á þessu, hún var bara að deyja, sko, þetta var bara rosalegt. Okay. En ég held að ég hef aldrei borðað ég mikið að sleipuefni á æðminni. Fengum ís með sleipuefni. Djöfull er það ógeðslega gott. Það var ísvél þarna á sem bás sem við vorum á og það var bara skokkað og náði ísand okkur og svo var bara sett sleipuefni út á ísinn, bragðefna sleipuefni sem sósa í rauninni og svo áttum við bara að smakka. Ég vona að Jójó sé að hlusta á þetta og halda svo fullorðins kvöld. Það væri svo mikið snill. Hvernig væri það? Og það var sko, það versta við þetta var að ís sem var vondur en sleipuefni var gott. Við svona sköfum sleipuefni af og svona borðum það bættum svo brá til að geta klára ísinn. Ég satt nú með mentskælingum daginn sem sögðu mig frá því að þau tækju Durex very cherry sleipuefnið, settu út í vodka og sótavatn og það hræðum við í. Ég lífs ekki, þið veitir það. Sannleikurinn er líginni líkastur. Já, þetta var alveg magna, sko. Fengum með þetta að pröfa þarna bara hellingasleipuefnum og þetta örvandi gel. Og ég get sko vægasagt að þetta Volt er magnað. Þetta var magnað. Þetta var bara eins og verið með bara titrar upp í munninum. Þú lokaðir munninum og þú fannst bara svona hvernig varnar að titruðu. Ég vil að það brjála. Við verðum að pröfa flott. Já, við verðum eiginlega að pröfa og við verðum að vera hérna í beinni með víbrandi vari. Það hefði verið svo gaman. En það var líka svo fyndið sko þegar við komum hana, þá sagði eigandi fyrirtækisins, sagði við stelpuna bara, svo þú lætið að pröfa Voltið, kallaði það á mig. Mér langar að vera einn til þess að viðbröð. Ég verð að sjá. Það er fyndið. En bara eitt hérna sem ég langar að spurði, það er tungutitrari. Mér finnst hann svolítið svindl. Mér finnst þetta svolítið svo vindmilla sem á slást þarna á snýpin. Hvað segir mér með það? Svona rándýr, hann er geðveikt dýr. Og hefur ímyndaðir hvernig er að þrífa þetta? Nei, af því að ég bara hef aldrei sest á vindmilla því sé ekkert spennandi við það, sko. Sko, við erum búin að rannsaka þetta svolítið. Við erum búin að skoða þetta ágætlega. Og okkur fannst þetta svona pínu spennandi náttúrulega. Okkur langaði svona aðeins að forfinnast þetta og hvað allt þetta föss er þetta, sko, af hverju sem margir tala þetta. En já, við erum í samans að pakka þú, sko. Við verðum fyrir svaka vonbrigðum. Þetta var eiginlega bara, já, eins og segir, vindmála sem að hamaðist þarna. Já, ég næði þessu ekki alveg. En það er eitt tæki sem ég langar að koma inn á. En ég að spá ég hérna að halda hlustundum í spennunni og smetla á þessu lagi og svo getum við tekið fyrir tæki sem ég finnst allir verið að tala um.
Sikatök á K100,5. Jæja, það styttist í klukkan 11 og það veit ég hvað það þýðir. Þá opnum við fyrir símalína 571 11 11, en svo erum við líka með postin á Facebooku síðan okkar, kæfta kynlíf og svo Sikatök, veit ég hvað heiti, @k100.is og svo ætlum við að tala hvað uppáhaldstæki. Já, þetta mun koma óvart. Þegar þú ert að fylgjast með Facebooku síðan, þá ertu kannski búin að sjá það, en stelpunar okkar ætla aðeins að kynna okkur fyrir því og segja okkur nánar það og ég kannski segja ykkur hvað uppáhaldstæki mitt. Ég ætla að hugsa það. Sikatök á K100,5. Jæja, stelpur, hvað segir þið? Heitasta tæki, hvernig virkar þetta? Sko, það alltaf svolítið eftir hvort þú ert að leita af einhverju bara fyrir þig. Já, eða sem par eða... Já. Ok. Eða kannski hvort þú hvernig örfið þú vilt. Já. Ert að leita einhverju til að örfa snípin eða einhverju til að örfa geblettin. En svona vinsalsta tæki hjá okkur hefur verið egg sem heitir Nea. Ok. Það bæði gott fyrir einstaklinga og pör. Já. Það rosalega svona lítið og nett samt kraftmikið. Ok. Já, rosa kraftmikið. Já, þannig að það hefur rosalega vinsællega pörum. Og það er auðvelt að nota í kynlífi. Í samförum bara. Já. Það er sko, það fellur svo vel í lóan og það er svo þunnt að þegar þú leggur það á þá fellur það svo vel á snípin og það helst svo vel. Þetta er einhvern veginn, þetta er bara fullkomin blanda, það er bara þannig. En þetta Nóa sem er skeifan sem þú stingur inn. Já, paraleikvangi. Já. Það er svona fyrir konuna til að vera með örfin á snípnum að meðvarstunda kynlíf án svo þurfa að halda ykkur að það. Já. Þetta er bara fast á sínum stað. Það er nefnilega svolítið magna, svolítið margir sem pæla í þessu og finnst þetta svolítið spennandi. Þetta er búið rosalega vinsælt hjá okkur. Þetta er líka sko, þetta er svona multitæki sko, þú getur bæði nota þetta náttúrulega bara sem egg, þú veist að þetta er mjög teygjanlegt sko og svo getur náttúrulega líka nota þetta í samförum. Já. Og þetta er svona fyrir fólk sko, náttúrulega fyrir byrjandur, en þetta er líka fyrir svona fólk sem kannski eiga fullt af tækjum og langar að pröfa eitthvað nýtt. Þetta er öðrísi. En gæti maður ekki líka snúið þessu öfugt og fengið þá víbringin innanfrá? Jú. Gæti gert það. Algjörlega. Það er enginn sem segir hvernig á að nota tækin. En þá náttúrulega eftir komið breiðara endan. Já, en þetta er samt ekkert það breytt. Þú veist, þetta er ekki svona, þú veist, þannig ég hef aldrei pröfað það, en það er kannski spurning hvort það sé ekki bara eitthvað sem þarf að kanna. Já, hver og eitt kannski bara finnur. Já. Það skipta máli hvað sem blöytmaður er og kannski hvað sem stór hún limar með. Já, algjörlega. Og já, og svo bara að nota sleipefni. Já. Og sérstaklega með þessu Nóa að nota sleipefni. Já. Það er alveg bara nummer 1, 2 og 3 finnst mér sko allavega. Já. Að til þess að þetta virkir rétt og þetta náttúrulega fer inn með limnum. Já, það er mjög mikið bæði fyrir hana og hann. Stöpa að hann fá kannski ekki nuttsár. Já. Það er náttúrulega silikonhúða á sig. En haldið, er karlmennum ógnað af þessu? En því nú er oft talað það þegar maður svolítið ógnað af þú veist, af kynlífstækjum og sumir sem á ágjörð því. Það held ég ekki. Þetta er svo lítið og saklist eitthvað. Svo finnst mér líka sko allavega svona viðhorf hjá strákum er orðið svolítið breytt í dag. Þú veist, hvaða kallmanni finnst ekki sexy að horfa á konuna svona virkilega að njóta sín. Já, þú veist, það er svona það sem er kannski svolítið svona og svo náttúrulega losar þetta þá við þessa brjáluslega erfiðu vinnu. Brjáluslega erfiðu vinnu og því líkt buð það sem er á þá lag. En hún Betty Dodson, vinkona mín, hún sagði þetta með þetta, hún eftir samfarir þess að inn út og undir sæng og allt slögt eftir það að þá skreið hún einmitt bara að lættist þarna fram úr rúminu inn á bað og annarkvort hamaðast á höndinni eða baknutstækinu sínu af því að hún var náttúrulega bara ófullnægð af því að það nægir okkur ekki inn út sko en þetta getur til dæmis hjálpað við það. En svo er þetta svona víbratora sem er tvöfaldir með kannintitrar. Já, sem er bæði á gebletnum og snýpnum á svona tíma. Það er margir sem miskilja að halda þetta sé fyrir rassin. Já, einmitt. En getur alveg verið það. Já. En svona eins og til dæmis flesti svona kannititrar er hannaðir með sko þessar sveigju þannig að það er svona eiginlega verra að hafa það öfugt. Já. Af því að þeir eru hannaðir til að leita akkurat á gebletin. Upp á við. Já. En ef þú snýr hann öfugt þá er hann fann að leita niður á við. Það er nú bara spöngin og svona. Ég vissum að þessi einhverjum sem fíla það. Já. Örugglega. Menna, ég er svona pæla ýmsar útfæslur á þessu. Við vorum nefnilega í búðinu sem ég var í, þar seldi við þar vorum við stundum með tipparíki sem náðu líka utan pungin sem víbröðum mitt. Ég hef einmitt heyrt það og líka svona eitthvað sem er kannski svona pín teygja utan pungin, ég veit ekki alveg hvað svona trengir að. Einmitt. Já, það getur náttúrulega verið örfun. En ég ætlaði bara að minnast náttúrulega stað að við erum búin að opna fyrir síman og okkur er strax búið að berast ein spurning í posti og ég ætla bara að fá að lesa hana. Er eðlilegt þegar maður er búin að totta gæja, sérst kona spyr, og hann fær það upp í þig og þú fær svona tilfinningu eins og þú veist að drekka djús og þú þarfst að hlæja og djúsin fer upp í nefið á þér, nefnir í staðin fyrir djús er það brund og þú finnir fyrir smá svona sviða, ertingu í nefinu í alveg sólarhring eftir á. Hef ég ekki bara kynnt vitlaust?
eða á ég að tjekka á þessu? Mér finnst það æðisleg spurning, mér finnst hún svo frábær. En sko, ég veit hvort að tala við heldum öll lent í því að hlæja þegar við erum að drekka eitthvað, fáðu út nefið, það er viðbjóður. Það er sérstaklega ógeðslegt ef það er eitthvað svona sem með frekar háu, svona frekar basist eða háu sýrustíi, þannig að það getur sært, sko. Nú hef ég lent í að fá ælu upp í nef, mæl ekki með það var viðbjóður. En já, kynnt vitlaust. Sko, mér finnst sólarhringur svolítið langur tími, nú slímhúðin í nefinu viðkvæm, en ég myndi halda ef þetta væri einhvers konar erting og hún ætti eftir að vera farin bara sko, eftir smá stund og það er auki sko, ég meina, þetta er ekkert ofurmannasæði, þetta er ekkert svona sæði sem bara virkilega særir, eða þú veist, nema svo kannski með sæðisofnæmi, það er náttúrulega líka annað. En ertingu í sólarhring eftir á, mér finnst það pínu svona, ég myndi örgulega kíkja til læknis. Ég veit ekki alveg hvort ég myndi útskýra forsögu málsins eða bara eitthvað, herri, ég er með brjálega ertingu í nefi og ég veit ekki alveg hvað það er, serð eitthvað sem gæti verið að lækna þetta. Ég veit ekki, myndi maður nota neseril, myndi maður smyrja á sig nefi þá? Það var fyrst þess mitt eftir ég sko. Pröfa svona myndu neseril eða eitthvað. Það getur bara ert ennþá meira. Já, reyndar. Já, þá bara vaselín. Ég veit að sumir hafa þurft að smyrja á sig nefi eins og fólk sem eru er að taka svona róakútuna þannig bólulyfin sem þurrka virkilega upp slímhúðina. Þeir hafa þurft að smyrja inn í nefið. Það er bara eitt af því sem fylgir þessu sko. En að setja sleipefni í nefið? Sleipefni í nefið, já, dugar náttúrulega kannski lengur heldur en vaselín, ég veit það ekki. En þetta er alveg kynnt vitlaust, já. Ég veit ekki, mér finnst þetta svolítið áhugavert sko. Sæði upp í nefið. Ég held ég var ekki til í það. Það segir þið. Hefur ekki reynslu? Nei, ég hef ekki reynslu. Nei, en maður veit hvernig það er að fá djús. Já. Eða eins og þegar þið eru að fara að drekka eitthvað, þið haldið að sé eitthvað annað. Já. Og það er ógeðslegt að halda maður sig að fara að drekka djús og það er mjólk eða öfugt og maður fær bara svona alveg, þú veist, ruglar í öllum skynfærunum mann sko. Jesus. Já, ég veit ekki hvort við höfum svarað þeirra einhver leit en ég myndi allavega kannski kíkja til læknis og aðtök hvort sé ekki örugglega allt í lagi í nefinu. Annars ætti ekkert að mér dettur í hug vera hættulegt við það að fá sæði í nefið nema hvað þetta er náttúrulega óvarin slímhúð þannig að jú, það gæti nú verið líkur á einhverju smiti en vallast, þú veist ég veit ekki, ég ætla að segja að það var herpes í nefið eða eitthvað. Veistu, í alveg, þetta er bara fyrir lækni, því mér er ég ekki læknisfræðilega menntuð. En síminn er að hringja, ég ætla að taka þetta símtal. K100. Jæja, ég misti af þessum. Hann var samt að hringja. Ég hef kannski svarað akkurat þarna þegar ég sagði kíkti til læknis, sagði í nefið, þá hann bara, já, ok. Þetta er bara læknis. Þetta er bara það sem að það eru bara allir að kynkja sæði og fá það í nefið. Nei, en þetta getur náttúrulega máli. Þetta er slímhúð og alls það sem er slímhúð er aðgangur inn í líkamann. Þannig að það er svona það sem mér dettur í hug. Þetta er svolítið áhugavert. Vissu þið að það er við tölum svolítið að fá fá sæði í auga, það getur verið ertandi. Og mér skilst að það sé svona sambarlegt og að fá hárnæringu í augað. Já. Hafið þið fengið hárnæringu í augað? Já. Það er vont. Já, það er samt ekki að mónt og sjampó. Þú veist að því hárnæring er alltaf basísk. Já. Og með basastig 7. Nei. Já, heyrðu, það er miskilegt að basastig já, ok. Og já, ég er með grunn í hárgræslu. Þannig að í rauninu sko, já, verra að fá sýru. Verra að fá sýru? Já, sem er sjampóið sko. Það er ekki gott að fá næringu í það. Nei, ég ger þetta ekki reglulega. Þetta er ekki eitthvað svona rútína hjá mér. Nei, en sæði ég, mér er svolítið margir pæli því. Það er nú kannski skiljanlegt það sem að, þú veist, önnu hver stuttmynd á netinu, þá eru konur að splæsa í alls konar andlitsmaska sem getur nú haft leiðilegar afleiðingar í för með sér. En já, ég ætla að hugsa þetta. Mér finnst þetta áhugavert. Ættum að geta fengið kynnsjúkdóm í nefið. Nú væri ég bara til í einhver læknir myndi hringja inn og bara leiðrétta okkur og láta okkur vita. Þetta var ekki í bókinni sem ég las, sko. Það er bara áhugavert að vita. Já, þetta er áhugavert að vita. Siggadök á K100,5. Já, við stelpunnar fórum svona áfram að pæla í þessu. Hvað er svona óvinnveitt umhverfi píkunar eða bara í tengslu við sæði og svona og þá kom upp Bláa lónið. Einn algengasta kynlífsmýta okkar Íslendinga. Þetta er eitthvað svona kynlífs bucket list.
Það ekki, Já, það verða allir svoleiðis. að hafa að prófa bláa lónið. Já, eða heita potti, eða þetta er svona Já. svolítið. Já, en bláa lónið er eitthvað svona þeng. Já, úrst í kringum fólk en enginn sér hún í vatnið og Já, einmitt. það er eitthvað En sko, mér bara svíður í hana í blálónu. Mér finnst bara blálónu ekki sexy, sko. Nei, Nei, þetta er náttúrulega svo skenin sem er sampapír eða eitthvað að vera annan í. já. En finnst ykkur það líka ekki fyndið að það eru líka allir þar að maka sig út í hvítri leðju í andlitinu og svo er bara að þetta er í rauninni eins og lítil klámynd þarna, þú veist. Svo kemur baðvörðurinn, afsökið, viljið þið færa ykkur í sundur? Hver hefur nú ekki lent í því? Nákvæmlega. Þú veist, maður þarf ekki svona verið að gera neitt sérstakt, maður bara situr þarna, klóraði sér í bakinu og þá er þeirri mættir og það er að pota í mann með Þeir- svona prik. Vasaljós og Þeir Missoni. Já, og þeir eru sko með sér menn í vinnu við þetta, að rölda bakkan og fylgjast með fólki að það sé ekki of nálægt hvort þau eru. Allir sem einhver svona neðansjáar myndavél sem geta dýft hann í vatninu til að fá svona sönnin fyrir því hvað er að gerast. Það var allavega hægt að selja það efna á netinu, sko. Ég hugsa það. En ég heyrði út um það mér, ég veit ekki staðfest, en ég heyrði að blálónu verður mjög þreytt á þessar kynlífstengingu og þess vegna meðal hans reyður þetta að þeir höfðu áhyggjur af því að þetta var að fæla ferðamenn. Já, Ég held einmitt það sé omvendt. Ég held það er að laða ferðamenn Ég að. hugsa það. já. Þetta sé Mikið eitthvað frekar svona, heldur segja að færa frá, sko. Að þau pæla hans í þessu. Það tala eitthvað sem eitthvað fallegustu konurnar, sterkustu menninir, allt eitthvað voða frábært, við erum falleg og æðisleg. Og það er ekkert nema þá bara eitthvað skonar sáðvök við hana, fljótandi, skilur þú getur að maka þessu andlitið fyrir ungleira og frískleira útlit. já, Yndislegt. vinkonum mig er alltaf grínaði, sko, hún á sér strák, hún segist alltaf að hann hafa orðið til í bláa lónu, hún hafa bara, hann sé enginn, sko, hún hafa farið í bláa lónu og bara rólit. Ég skil. Hann, Skemmtileg blanda, þverskurður af íslensku þjóðinni, kannski. einn af hverjum bara. En er þetta svona eins og, þú veist, ég var að tala um það við unglingana mína um daginn, mentskælingana og þá voru þeir að tala um sko, hérna, að þú veist, það vita allir hvað þýðir að vera búðin í vídeo, að vera búðin heim í Já. mynd, það þýðir eitthvað eitt, þannig ég fór svolítið að velta því fyrir mér, er það kannski líka stefnum átt í blálóni, er það að gefa eitthvað til kynna? Nei, eða það? Ég held ekki. Er þetta ekki meira bara eitthvað svona, þú fer ekki á fyrsta stefnum út í bláa lónu og fer að gera það, sko? Ég held, eða þú veist, eða þriðja eða fjóra stefnum út. Ég veit það, Ég myndi allavega ekki halda það, en ég veit ekki, það er ógeðslega dýrt stefnum átt, sko. Fyrir utan það. Það er geðvikt að slæsa í og mann, ógeðslega sko. óþægilegt fyrir ekki. Já, herrið, mér langar svolítið að fara eins lengra í þessar staðistelpur, mér er þetta svolítið skemmtilegt, líka Ég til þegar í. við erum með handhagar græjur, þannig að herrið, tökum okkur örfa og andartök og brainstorma þessum eitthvað svona skemmtilega íslenska staði og kannski krifum eitthvað mýtur í leiðinni og minnum á að síminn er opinn 571111 Siggatök á K100,5. og til að slá þráðinn og botnin í þessa bláaláns umræðu þá komu stelpuna sérst að því að leikvöngin þeirra eru líka vassald þannig að þú gætir sett upp í leikvöngin, farið með makoniðinum í blálónið og í sikkurlegi gæti hann verið með fjastringu að stjórna og þú getur bara að chilla einhverjum öðrum enda þannig að þegar vörðunum kemur og potar í þið þá ertu bara eitthvað wasn't me og rétti bara upp hendur en makinn situr einhvers þar í makindum að víbra þér áfram. Mér finnst þetta svolítið gott plan. Siggatök á K100,5. Og ég elska að Alicia Keys, mér finnst hún eitthvað svo oversexy. En það ringdi strákur og spurði af hverju vorum að tala um sæði í augað og það var löng saga á baku það, við ætlum kannski ekki fara í aftur núna en hann vildi vita hversu oft á ári konur fær á túr það er svona sem í meðaltalið, cirka 1 sinni í mánuði en sumar eru með styttri tíðarhring, 3 vikur og sumar eru með lengri, 5 vikur þannig að þið getur rekna út eftir því og svo var hann að pæla líka hversu lengi konur var á túr þess að ekki í hverjum tíðarhring heldur bara yfir ævina og ég meina konur þær geta verið að fara að snemma í tíðakvörf eða það sem kallast að ennsku menopause breytingarskeiðið þær geta verið að byrja á því þess vegna 45 eitthvað svo leiðis eða það getur líka verið þess vegna alveg upp í 60 það er allt til í þessu Já. Ég veit ekki alveg hvað samt að hann vildi ekkert hann var að pæla í hvort að konur verið frjóastar á blæðingum en það er ekki svo það er yfirleitt viku eftir að blæðingum líkur þá á eglósi stað en svo vitum við það með líkamann að við erum ekkert fullkomnar klukkur þó við séum ótrúlega fullkomin og svo er sæði svo askoti magna að við getum lifað alltaf 7 daga
inn í líkamanum. Sæði bara lætur ekki drepa sig og það finnur bara einhver svona skúmaskot inn í leggöngum og bara hangir þar. Og svo eru leggöngin og sæðið svo mikið vinir að meðan sæðið að chilla þarna og það eru dauðþreytt eftir að hafa sinnt þarna lengst að þá fara leggöngin okkar að mata sæðið á sykri þannig að það fái, ég er ekki að ljúga þessu, þannig að það fái orku til að halda áfram sundinu þegar ekki loksins dinglar. Vá. Ég er að segja ykkur, að það er magnað að sé fólk á þessari jörðu. Það er bara eina sem ég hugsaði sko var þegar þú varst að tala að ef við værum frjóastar og meðan við varum á blæðingum, hvaða væri örugglega miklu færri börn í heiminum. Já, ef það væri frjóasti tíminn sko, því að það er kannski ekki beint gyrtilegasti tíminn sko. Ekki fyrir öllum, nei. En þetta er saga getnaðarins sko, það er til brjálæðislega flott heimildamynd, ég hendi hérna á Facebooki á eftir. Það er brjálæðislega flott heimildamynd getnaðinn. Er það In the Womb? Nei, hún heitir Sperm Race minni mig eða eitthvað, ég meina henni á siggadag.is, er bara að finna hana. En hún þetta er minni mig Discovery Channel og þetta er svo, eða National Geographic annarkort, þetta er svo brjálæðislega flott, það er búið að skala þetta allt upp, þannig að sáðfrumurnar eru bara, ein manneska er ein sáðfruma og það er búið að skala þetta allt upp í bara okkar stærð, þannig að það er sýnt hversu ótrúlega erfitt í rauninni það er að frjóka eitt egg. Þú veist, og það leggja staði í þess að ferð bara milljónir sáðfruma en það er bara ein sem kemst á leiðanenda og svo mitt þú veist, svo kannski bara heitir ekki tímasendingin á þannig að þú gætir hafa stundar kynlíf á laugardagskvöld ykkur og sexy settingi en svo verður kannski ekkit ólétt endilega fyrir kannski á mánudeginu þegar ekki er tilbúið, þá er bara litla sæðisfruma búin að hanga þarna heldur sér í og bara narta eftir namni þú veist, og finnur svo að sniffar upp eggið og trillist af stað. Þetta er með magna. Það ekki? Jú. Þess vegna er líka eins og eftirápillan er mikilvæg sko að taka hana hérna með, þú veist, ef konur vilja koma í veg fyrir þetta til dæmis sko. Þetta er alveg. Mér finnst sko. Alltaf lærir maður eitthvað nýtt frá þér. Já, alveg. Til þess er ég stelpur, En þetta er svona uppáhaldi mitt. Það er allar þessar upplýsingar kynlíf sem maður bara, í alvör. Já. Mér hafði aldrei dottið þetta í hug. Nei. Það er líka skemmtilega. Þú veist, að kynlíf er ekki bara eins og þú veist að tala bara til að fjölga sér. Kynlífi leikur og það er alltaf hægt að breyta því og þú veist, þetta er bara Ég segi stundum að segja svo skittless eða fyrir þá sem hafa hort á Harry Potter að því ég er svolítið nörd þegar hann fær sér every flavor beans þú veist eiginlega aldrei hvað kannski kemur næst sko. Nákvæmlega. Hvort það sé krampi eða fullnæðing. Já. Krampi. Já, þið veitir þið sinadráttur eða flóki í hárið eða þú eitthvað neginn svona sæði auga píkuprum. Þetta er allt hluti sem gerist. Þetta er bara, og hinsegin prump, þetta er bara líkaminn skilur og maður hama sér svo brjálæðingur stundum eða þá einmitt nennir því ekki og er bara reyna einhvern veginn að mjaka sér saman þannig að það virki með sem minnstu svona átökum. Þetta er ekki þetta stelpur. Ég er ekki einu. Já, en mér er satt að því að þú fórst að tala um þetta píkuprump, þá langar mér svolítið að tala meira um það. Já. Að því að þetta er ekki eitthvað sem er rætt í kynfræðslu í grunnskóla til dæmis. Nei, alls ekki. Minni? Eða það? Að sjálfsög, ég minnst á þetta. Frábært. Að því að sko, þegar þetta gerist í fyrsta skipti, trúðu mér, það verður vandræðalegt moment. Að því það veit enginn hvaðan hljóðin kemur, bara er líkt, skilur eða og líka bara fyrir strákar þetta, þeir vita ekki að þetta komið fyrir stelpur og það geta ekki þessu gert ef eitthvað er þá er þetta þeim að kenna, skilur en þannig að mér staða mætti fræða ungmenni landsins aðeins meira þetta þannig að þú veist að því í næsta kynfræðslu að tala um píkuprump Já, takk fyrir það ég bara gjörsamlega tek þetta hér með til mín ég sé mig knúna að fræða fólk píkuprump klárlega og ég segi strákum þetta og stelpum, ég menna þetta er bara eitt líka minn okkar er bara svona Ég held líka sko að þetta myndi létta mörgum stúlkum mjög vandræðileg moment En eru þið bara að tala meira þetta? Já Það er bara þannig að þú veist, ég menna auðvitað er að vandræðalegt fyrir stelpu að kemur píkuprump í fyrsta skipti fyrir fram að strák sem hún skotin í algjörlega Mér finnst líka bara reynda prump almennt
ekkert rosa spennandi sko. Ég ekkert eitthvað, sorry, þurftu að létta á mér. Þannig, en myndum að samt eitthvað frekar, segjum að þetta getur líka alveg gerst bara að þú ert sitjandi í stól og þú ert eitthvað búin að spenna grindabátsveðan. Þetta getur alveg gerst meðan þú væri bara sitjandi í stól. Ég held að maður myndi ekkert einhver svona business setting eða eitthvað þannig. Ég held að ég myndi ekkert eitthvað, afsakið, þetta var ekki rassinn. Þetta var líka, ég held að maður myndi bara segja afsakið og svo bara, djöfull, ég feina, það kom enginn. Sigga-Dögg á K100,5. Ég ætla að fylgja eftir einni spurningu sem ég fekk daginn. Það var spurningin kynlífsklúbb. Sko, ég hef ekki grafið upp neitt formlegan kynlífsklúbb á Íslandi, en hins vegar get ég bent á spjallsíðu og ég set linkin inn á á Kjaftaði kynlíf Facebookið. Það sem að það má mögulega finna svona hina og þessa hópa sem stunda hitt á þetta skemmtilegt, þannig að fólk geti parað sér saman. Ég veit líka að eitthvað af þessu verið inn á einkamál, en þessi vefsíða, hún heitir FetLife og þar mögulega getur komist í kynni við eitthvað smáking og svo var okkur að byrjast ótrúlega áhugaverð spurning og ég ætla að fara aðeins nánar í það eftir eitt augnablik. Nei, djók, því held ég var að fara, það ekki, var ekki ógeðslega stressuð. Og alveg bara eitthvað, hún er að fara. Nei, ég fór ekki. Heyrði, anal. Ég þess svona þess að hita ykkur upp að því ég veit að fólk er svo viðkvæmt fyrir analnum, en það er líka öðru nafni endaþarmsörfun. Ég segi endaþarmsörfun frekar en endaþarmsmök að því mér finnst það ekki alveg raunhæft. Þú ferð ekki beint og ríður í raskat. Það er bara ekki alveg þannig. Það þarf meiri undirbúning, það þarf að krúta sig í gegnum í raun og veru hringvöðan og þú þarft að gera með sleipiefni og næði og báðir þurfa að vera til það, bæði sá sem byrjar með puttan og sá sem fær puttan inn, að þetta byrjar á putta, skiljið, þetta byrjar ekki einmitt á að einhver þrykkir sér inn, eins og ég segi ofta við fólk, það er ekkert sem heitir vitlaust gat, sko, það er ekkert sem heitir, og þú byrjar ekkert kannski á því að fara að kaupa eitthvað rísa buttplug og ætla bara að setjast á það, þú veist, rassin okkar virkar ekki þannig. Fyrir utan það, að við þurfum að smyrja þetta svæðið óbúslega vel, stelpur þið þekki það, þetta smyr sig ekki sjálft, rassin gerir það ekki, þannig við þurfum urmul af sleipefni og við þurfum náttúrulega að gæta að hreinlætinu líka. Já, það má ekki gleymast. Þannig mér finnst það svona, þegar við tölum, mér finnst endaþarmsmök ekki alveg rétt. Þetta er meira svona bara hæg og róleg örfun. Endaþarmsundirbúningur. Já, þetta er þannig að undirbúning. Það er eiginlega magnaða. Mér finnst einhvern veginn, ég veit það ekki, það er ótrúlega mikið verið að spurja mig að þessu. Mér finnst þú að við erum hjá okkur, við erum að selja svona buttplug og við erum með svona kassa, 3 í kassa, byrjar á minnsta sem er bara svona eins og fingur og svo er næsti fyrir ofan eins og 2 fingrar og svo það var aðeins stærst. Já, þetta er svona eins og þjálfara kýtt, sko. Já, einmitt. Já, fyrir þá sem vilja þá fá stærra. En ég meina svo veist mörgum gott bara putti. Já, en mér er svona margir sko vera að viðmiði sig að byrja smátt og geta farið meira til að geta stunda endaþarmsmök með sko typi. Já, einmitt. Þannig að þetta er kannski svona meira út í það. Já, ég skil. Nei, ég meina það er líka sumir sem fíla það, en það er bara alltaf þessi lykill, það þarf að geta hreinlæti og þú ferð ekki úr endaþarmi yfir leggöng, það er sýningarhætta. Alls ekki. Og gott að nota smokk og jafnvel eins og að þú ert að nota putta eða nota svona kynlífstæki að smetla smokki bara yfir tækin eða yfir puttan. Og það er ekki nóg að þrýfa hjálpatækin til þess bara með vatni eftir svona. Nei. Það þarf alveg bara sérstaklega. Já, hreinsefni sem er ætlað fyrir hjálpatæki. Það er mjög mikilvægt. En þetta er alveg kynferðislega næmur staður og sumum finnst þetta gott, en þetta mun ekkit verða gott ef þú ert ekki til í þetta, skilur, þú þarft að vera til í þetta og það getur enginn pressað á þig í einhvers konar endaþarmsörfun. En ef þú ert forvitin eða spennt fyrir þessu eða spenntur, af því að náttúrulega líffræðilega í rauninni er þetta hotspot á strákunum, þrátt fyrir að þeir kannski er ekkit stærsti hópurinn sem er opinberlega að biðja þetta, þrátt fyrir ég held reyndar að þeir kvísli á milli upp í rúmi í kúrinu, sko, þá held ég að þeir óti alveg rassinum og það má alveg fara aðeins lengra en spöngin. Ég held að mjög margir strákar fílu það en ég er með að biðja það. Mér slíka svona eins og með stelpur sem er að pröfa endaþarmsmök að það er svo gott að vera með örfin á snýpnum á sama tíma að vera að örfa endaþarmin að því þannig að slaka betur á. Það er líka svona pínu tricks. Það er náttúrulega eitt lykill í þessu, þú verður að vera ótrúlega slakur eða slök og maður ekki nota neitt deyfikrem eða neitt slikt, þú veist, ef þú finnur fyrir sársauka þá er það merki að þú þarft að hætta að fara rólega og maður þarf að vera orðin svolítið vel graður eða gröð til að ná með þessari afslöpun og þessari næmni, að því annað kannski gengur ekkert alveg jafnvel upp, sko. Þannig að mér finnst svona, þetta
þetta eru svona leiðbeinandi vinnureglur til þeirrar ungfrúar sem senda okkur post og mér finnst fínt, ég meina, fólk getur keypt sér græjur en mér finnst líka ágætt að miða bara við að taka puttana. Já. Það ekki. Þannig ég vona að þetta hafa svarað dömunni að einhverju leyti. Siggatök á K100,5. Já, við vorum hérna að spjalla endaþarmspælingar. En þetta er ótrúlega merkilegt. Ég er með kynfræðslu sem sagt fyrir 8. og 10. bekk og svo er ég líka með kynfræðslu fyrir framhaldsskóla og stundum fyrir fullorðið fólk, af því að það vantar nú ekki þörfina þar. En allavega, ég tala sem sagt alltaf rassinn og ég tala hana af ástæðu því ég er alltaf að fá spurningar hann. Þannig að mér er bara sjálfsagt að tala hann. En heyrðu, við erum hérna með símtal K100, þú ert í loftinu? Já, góðan daginn, við vorum bara skiptir úr þeirna. Já. Og það fyrsta sem við heyrum er bara að þú talar alltaf hvað það endaþarmsmælingar. Endaþarmsörvun? Endaþarmsörvun, sagði þið. Hvað sagði þú? Komstu með eitthvað betra orð? Já, nei, alls ekki, ég segir bara endaþarmsmælingar. Já, ok, mælingar. Ok, og hvernig þáttir það nákvæmlega sem í gangi? Já, heyrðu, hann heitir Kjafta kynlíf. Já. Á sem við erum að kjafta kynlíf og þú getur sérst, þess að þú ert að gera núna, þú ert að hringja, þannig að þá getur þú komið einhverju spurningu og ég svaraði spurninginu og ég heiti sérst Siggadögg og ég er kynfræðingur og ég er alltaf einn á mánudum, milli 10 og 12, en svo tek ég líka við spurningum í tölvupósti á Facebook. Nice. Já, þannig að hefur einhverju spurningu? Ég meina, þú ert ekki bara að svara spurningum minni sem ég hefði eitthvað spurt og það nú bara hefði verið endaþarmsörvun, sko. Já, ég skil. Eitthvað svona ákvæð sem átt að pæli þar? Nei, eða þú veist, meina, þetta í dag? Nei, en ég ætti nú ekki að tala með í síman, ég er að keyra, en bara... Ég skil. Já, var löggan að keyra fram, já. Já, en ég bara... Ég lista bara þáttið maður og fæ nú ef við svar bara hjá þér, sko. Já, ok, já, endilega. En ég veit allavega þetta er frábært. Já, takk fyrir það og takk fyrir að hlusta og við vonandi svörum þínum spurningum. Algjörlega, takk fyrir. Ok, segjum það, bless. Já, þannig að ég var sérst að skoða stúdíu frá efri bekkjum grunnskóla frá Bandaríkjunum, frá Massachusetts fylki og þar kom það ljós að af þeim börnum sem voru byrjað að stunda, reynda var... Já, myndi þetta hafa verið stelpur, sem voru byrjað að stunda samfarir, einhvers konar kynlíf, að 30% þeirra hafði prófað endaþarmsörvun. Og ég var sett með já, og alltaf, það bregst ekki, alltaf þegar ég með fræðslu, ég er óháð aldursögn, þá kemur alltaf einhver tíminn eftir á og spyr sérstaklega út í endaþarmsörvun. Að þegar kannski umræðan hefur verið alltaf mikið eitthvað, þú ert að fara að skemma þér hringveðan og þú veist. Bara enda með bleiu. Enda með bleiu og eins og sagði við Palla, hann hefði nú einu sinni sagt hann hefði kúka kleinurhringin þó hann vildi ekki kannast við það, þá er ég búin að fá hérna að rigna með posti, vist, sagði Palla Óskar, hann hefði kúka kleinurringin. Þú veist, þannig að þetta er eitthvað svona sem fólk pælir ekki eftir í, það pælir í þessu hvernig, ég veit ekki hvað maður segja það, hvernig mun kúkur mun verða, það er svo útrúlega váralegt en það virðist vera eitthvað sem fólk pælir í. Hvað segir þið stelpur? Fá þið eitthvað spurningar um þetta? Já, við fáum spurningar um þetta og þá sérstaklega sko hvort að þurfa að vera einhvers konar hreinsun fyrir endaþarmsmögg. Já, til dæmis að bera sig að fyrir endaþarmsmögg þannig að þú lendir ekki í því að sé bara allt í jukki. Sko, við byrjum náttúrulega að benda fólki á það að við séum ekki faglærð og við séum þá kannski frekar bara að tala út af því sem við höfum heyrt. En en það er náttúrulega kannski betra að fara á klósettið fyrst. Já. En það er allavega ekki svo við vitum að sé einhvers konar hreinsun og kúr áður en þú hefur endaþarmsmögg, þetta er ekki eitthvað svona. Nei, nákvæmlega. Þú ert ekki fótt í jóninu áður, sko. Nei, og svo líka bara eins og alltaf tala þú náttúrulega getur aldrei hreinsa ristilinn alveg 100%. Þannig að þú mátt alltaf eiga vona því að það komi eitthvað með þessu. Þú ert heldur ekki að ríða upp í ristil. Nei. En ég segi sko, mín vinnuregla er svo að ef fólk er að fara út í þetta, ef þú þarft að kúka, ekki þá stunda endaþarmsörvun nema þú viljir fá glaðning með. Siggadögg á K100,5. Og svona rétt til að klára þessa kúkaumræðu, nú er ég ekki hrifin af kúk og ég skrifaði einu svona pistil í blað sem heit Orðlaus, kom út held ég árunum 2000-2004 og ég skrifaði einu svona pistil
sætar stelpur hafa ekki hægðir að því að botleðja söng það einu sinni og öskraði það í mikrofónin og það satt svo geðveikt í mér að því að það var einhvers konar mýta að sætar stelpur færu bara ekki á klósitið, það mátti ekki tala um það og þetta olli bara hægðartregðu í mínu vinahóp að því að bara þegar þú eignast kærasta þá var bara eitthvað svona ákveðið skref að fara á klósitið hjá honum og það mátti nú eiginlega ekki koma fyrir en ligguð að koma hringur á puttan og barni í bumbu sko. Ég veit ekki með ykkur, þetta full mikið pjattskapur en mér finnst ég alveg heyra þetta oftar. Siggadögg á K100,5. Jæja, nú eru stelpurnar farnar frá mér, ég að klára og þakka bara kærlega fyrir kvöldi, það var ótrúlega gaman að vera hérna með ykkur og ég minna að ég verð hérna aftur að viku liðinni klukkan 10 og þá ætlar hún Hrafnhildur, góðu vinkona mín, að kíkja til mín í spjall en það kom heimildamynd einmitt út hana sem Ragnhildur Steinun gerði núna bara í sumar. Þannig að það verður svolítið spennandi að heyra hana en Hrafnhildur sem sagt gekkst undir kynleiðréttingu. Þannig að hún ætlar að segja okkur frá bara sér og sínu lífi og þessu ferli. Þannig að ekki missa af því og ég minni á postin siggadögg@k100.is og svo Facebooka síðana kjafta kynlíf. Annars þakka ég bara fyrir mig og kveð ykkur út í nóttina. Siggadögg á K100,5.